fundastjóri og aðrir fundagestir. Góðan daginn og gaman að vera með ykkur hér í dag og ræða þetta mikilvæga málefni. Ég heiti Birna Helgadóttir og ég verkefnisstjóri umhverfis- og samgöngumála á rekstrarsviði Landspítala. Þetta tiltölulega nýtt starf og ég hóf störf þar í upphafi síðasta árs. En þetta búið gífurlega spennandi viðfangsefni og það mjög mikill metnaður til að gera vel í þessu máli. Stjórnendur standa bara mjög styrkum styðja þetta starf heilshugar og áhugi starfsfólk mjög mikill. Þannig að forsendurnar svo sannarlega til staðar á Landspítala. Ég ætla hérna að segja ykkur aðeins frá þessu starfi. Saga þess þá raunverulega ekki mjög löng, eða saga umhverfisstefnunnar öllu heldur. En það hefur líka margt verið gert á undanförnum árum sem að skila sér og það þegar komið líka heilmikið reynsla á það sem við erum að reyna að gera. Í upphafi þá ætla ég að segja ykkur örstutt að það raunverulega ekkert að kynna Landspítala því að allir þekkja Landspítala og við eigum öll svolítið hlut í honum. En að segja ykkur pínlítið að sýna ykkur aðeins varðandi umhverfisáhrif Landspítala. Ég ætla að sýna ykkur nokkrar glærur og ekki hafa þau mörg orð, heldur láta myndirnar segja sína sögu. Ég ætla bara að segja ykkur með þessa fyrstu glæru að við teljum það mikil umhverfisáhrif sem við getum haft með því að hafa allt þetta fólk hjá okkur. Þarna getum við haft áhrif á viðhorf, venjur fólks og þekkingu umhverfismála. Þarna fenguð þið smá þessi innsýn í öll þessi umhverfisáhrif. Þetta víðtæk starfsemi sem við höfum og umhverfisáhrif okkar umtalsverð. Og það þýðir líka að ábyrgð okkar mikil. Við erum einn stærsti vinnustaður landsins, þannig að við getum haft mjög mikil áhrif í því sem við gerum. Umhverfismálin svo sannarlega í brennidepli þessa dagana. Áhugi og þekking og umræða á umhverfismálum hefur sjaldan verið meiri í samfélaginu. Og fyrirtæki að bjóða okkur umhverfisvænar lausnir. Kröfur og væntingar til stofnana og fyrirtækja verða bara meiri og meiri. Lög og reglugerðir verða strangari og sem dæmi að það voru bara ný efnalög samþykkta í síðustu viku á ríkisstjórn hér á Íslandi. Og síðan sjáum við líka að sjúkrahús erlendis til dæmis að ná mjög góðum árangri í umhverfisstarfi. Og náttúrulega líka all þessi fyrirtæki sem við erum með á stofnun, það mjög mörg dæmi sem við getum lært af og sem sýnir okkur líka að þessar aðgerðir að þær verulega að skila sér, ekki bara í umhverfislegum ávinningi, heldur líka í heilsufarslegum ávinningi og í efnahagslegum ávinningi. Þannig að það þarf ekki mjög mikið að finna upp hjólið, það bara aðeins að líta í kringum sig og nýta sér það sem til Þannig að þarna Landspítali teiknaði svolítið bara þarna í miðjuna því að við erum að sjálfsögðu í hringiðu þessa samfélags. Og við erum þáttakendur í þeirri samfélagsþróun sem hér í gangi og ekki nóg það að við viljum vera drifkrafturinn líka þannig að við hvetjum til þess að þessi þróun verði ennþá hraðari. Eins og ég sagði með þetta stór stofnun, mikil starfsemi sem þar fer fram og umhverfisáhrif okkar mikil sem þýðir líka mjög mikil tækifæri og við viljum nýta okkur það til þess að fá fram góðan umhverfislegan ávinning, efnahagslegan og heilsufarslegan. Og við lítum á þetta sem hluti af ábyrgum rekstri Landspítala. Við höfum sett okkur þá umhverfisstefnu sem þá í anda þessara samfélagslega ábyrgðar og ég ætla ekki að segja eitthvað mikið frá þessari stefnu því hún geti lesið nánar hana á vefnum, en tilgangur hennar að vísa veginn að umhverfisvænni Landspítala.
Landspítali á að vera til fyrirmyndar í umhverfismálum og hafa samfélagslega ábyrgð að leiðarljós í því sem við gerum. Við vinnum að sjálfsögðu eftir gildunum okkar í þessu starfi sem og öðru og við höfum hér forgangsraðað okkar áherslum svolítið eftir því það sem við höfum mest áhrif og þessum tækifærin eru mest á því að ná árangri. Við viljum hafa einfaldleika í starfinu okkar, það á að vera auðvelt að vera umhverfisvænn og við ætlum að þróa lausnirnar í samstarfi við notendur. Við ætlum líka að fylgja þessu starfi mjög vel eftir. Við stefnum að því að fá vottun á starfi samkvæmt ISO 14001 með tíð og tíma og við ætlum að mæla árangur mjög vel, fylgja honum vel eftir og upplýsa árangur. Og þetta er svona kjarninn í þessari stefnu sem við höfum sett okkur, sem er hornsteinninn í því sem við erum hérna að vinna upp. Byggja upp. En með þessari stefnu sem var samþykkt í október síðastliðnum höfum við líka þá og var samþykkt í framkvæmdastjórn líka starfsáætlun þar sem við höfum skilgreint lykilverkefni sem við ætlum að vinna í þá 2012-2013 og þetta er alltaf lítið letur, ég ætla ekki að lesa það fyrir ykkur en dálkarnir, hver dálkur er raunverulega eitt lykilverkefni sem nær þá til flestra þessara mikilvægustu þátta og við setjum starfsáætlun upp með skýrum hætti þar sem við tiltökum stöðuna í dag, setjum okkur mælanleg markmið og höfum verulega sett þá fram bara nákvæmlega hvað við erum að fara að gera í hverju verkefni og þetta hefur þá verið gert af þeim teimum sem er ábyrg fyrir hverju lykilverkefni. Það eru teimi að vinna í hverju lykilverkefni og þessi vinna er þegar farin að skila heilmiklum árangri og jafnvel meiri árangri en við ætlum að reyna að ná á þessu ári. Ég ætla að segja ykkur núna frá nokkrum dæmum og einhver þessara dæma eru aðgerðir sem var áður en stefna var til, bæði aðdraganda stefnunar og svona á þessum síðustu árum, sem eru þá að skila sér núna í verulegum árangri. Og ég ætla sérstaklega að nefna fyrir ykkur dæmi núna, það sem hefur einmitt fengist margfaldur ávinningur, því að þetta eru sérstaklega dæmi sem gott er að byrja á í umhverfisstarfi, með því að ná svona margvíslegum árangri þá er það svo hvetjandi fyrir framhaldið. Þannig að hér eru fyrstu tvö dæmin, annað fjallar orkustjórnun sem við erum að byggja upp á spítalanum. Við ætlum að hafa mjög góða stjórn á notkun okkar á rafmagn og heitu vatni meðal annars. Það er sérstaklega áhersla á þessu rafmagn og heitu vatn í þessu tilliti. Og þarna sjáum við að á síðasta ári, að því við höfum verið að gera úttektir á byggingum og eins bara að horfa á tölurnar vítt og breytt og þar hefur komið mjög margt spennandi í ljós og mörg tækifæri með auðveldum hætti en á miklum árangri í að minnka notkun á bæði heitu vatni og rafmagni og við minnkuðum á síðasta árið notkun á heitu vatni 4% sem er heilmikið hjá okkur og það þýðir þá, þetta samsvarar þá notkun á 74 meðalstórum heimilum og þetta skilaði sér í 5 milljóna króna sparnaði. Síðan er það minna af einnotavörum. Þarna er hugmynd sem kom frá starfsmanni í þvottahúsi. Það er alltaf gaman þegar hugmyndin koma beint frá gólfinu. Þetta var starf sem átti að vera upphaflega var svona sparnaðaraðgerð en við höfum reiknað þetta út að þetta var verulegur umhverfislegur sparnaður líka því að við vorum að nota plastyfirbreiðslur á alla okkar þvottavagna og dauðhreinsunarvagna. Núna er þetta yfirbreiðslur sem eru þvegnar eftir hvert skipti sem þýðir þarna að við náðum 6 milljónum króna í sparnaði á ári og við minnkum notkun á plast 10 tonn. Þannig í stórri starfsemi þá getum við litlum verkefni náð verulegum árangri sem er bara mjög hvetjandi. Síðan langar mig bara að nefna líka vistaninnkaupi því þau eru ofsalega mikilvæg og setja okkur metnaðarfull markmið. Við ætlum að setja umhverfisskilyrði að minnsta kosti 5 útboðum með velferðarspurnum og við höfum þegar búin að ná þeim árangri sem við ætlum að ná á þessu ári. Hér eru 2 dæmi þar sem við höfum verið að ná bæði efnahagslegum og umhverfislegum ávinningi. Og ég sá í könnuninni í Hrafnhildi að sumir eru hræddir þetta verði aukinn kostnaður en hjá okkur þá er virðist þetta vera einmitt öfugt. Að því við lítið tíma ætla ég segja bara frá þessu hægra dæmi að því það er mjög bara verulega sláandi hér að árangurinn hér líka efnahagslegur. Í báðum þessum tilvikum reyndar þá var mjög mikið hort á þörfina áður en við fórum út í útboðið og það er svolítið mikið lykillinn í vistanninnkaupunum. Við innleiddum miðlæga prentumsjón á Landspítala og þetta byrjaði árið 2010 þessi innleiðing á þessu verkefni. Árangurinn er þessi. Pappírsnotkun minnkaði úr 48 tonnum árið 2009 í 28 tonn árið 2012, þannig að minnkum við 42% af pappír.
og margar skrifstofu orðnar nánast rafrænar. Prenturum á Landspítala fækkaði á sama tíma úr 1200 í 300. Og þetta þýðir miklu lægri rekstrarkostnaður og minni þörf á þjónustu og nú nýbúið að gera almennilega úttekt á hversu hagræðingin var raunverulega mikil og niðurstaðan svo að þetta að spara 50 milljónir á ári og þar munar mest skal ég segja, prenthylkin og tónina. Því að þar minnkaði, ég held að síðan 30 milljónir sem við spörum bara á þeim. En það líka minni notkun vegna pappírs og annarra rekstrarvöru og síðan vegna minni þjónustu. Við spörum alveg heilan starfsmann í að þjónustu prentarana. En þarna mjög flott og mikið að gerast núna vistum innkaup á Landspítala sem verið spennandi að fylgjast nánar með. Svo langar að segja nokkur orð bara það hvað það raunverulega og bara hugleiðingar hvað það sem skiptir mestu máli við að ná árangri í þessu starfi, þannig að maður skilir sér alla leið. Það umhverfisstefnan eða það eitthvað annað eða bara allt saman. Og umhverfisstefnan, hún mikilvægur hornsteinn og hjá okkur þá unnum við umhverfisstefnuna mjög vandlega með tölulegum greiningum og með þátttöku margs starfsfólks. Það hornsteinn, það raunverulega ekki það sem fær hlutina til að gerast inn í starfseminni. Þannig að það sem ég nefni sem fyrsta þátt, það við setjum fram skýra starfsáætlun. Það lykillinn að því að ná þessu inn með lykilverkefnum, mælanlegum markmiðum og aðgerðum. Ég hef bara sett starfsáætlanir upp sem sýndi okkur áðan hér aðeins á myndrænna form. Þetta þau markmið sem við höfum sett okkur. Þetta fyrsta atriðið. Í öðru lagi þá við að mæla árangur í tölum og við miðlum skýrum upplýsingum árangur. Það eitthvað ótrúlegt sem gerist þegar maður byrjar að vinna með tölur. Það bara allt í einu skilur fólk hvað þetta fjallar Þannig að þetta mjög mikilvægt til þess að hvetja og fólk skilji hvað málið snýst og til þess að sjá árangur í þeim aðgerðum sem við vinnum. Og við upplýsum reglulega í fréttum og einra vefnum okkur verkefni sem fólk sjáu árangur. Hér við að nota verkfæri frá vistunum innkaupum og vinn.is. Þau hafa nýst okkur mjög vel í öllu þessu starfi og grunnur af því sem við erum að vinna í. Nú í þriðja lagi og síðasta lagi þá vil ég nefna að við vinnum með aðilum innan og utan Landspítala til að finna bestu lausnir. Þetta ótrúlega mikilvægt því þetta náttúrulega heilmikið frumkvöðlastarf og við erum ekkert með allar lausnir. En lausnirnar þarna úti. Það sumar í útlöndum en sumar hérna hjá okkur og við erum mjög mikið að hafa samband við fólk, fara í heimsóknir og finna, fá leitaráða annars staðar. Við erum líka mjög mikið að vinna inn á við eins og í umhverfisstefnunni og starfsáætluninni þar þáttaka starfsfólks mikil og forstjóri stendur þétt á bak við þetta allt saman og í miðjunni verkefni sem unnum varðandi spilliefni þar sem þar við að vinna mikið starf í sambandi við frágang á þeim og frárennsli en þar var erfitt að fá upplýsingar hér á landi skýrar þannig að við höfum svolítið leitað þar til útlanda og horfa á spítala erlendis og það hjálpaði okkur rosalega mikið. Og síðan bara sem dæmi að verkefni okkar varðandi hjólamálin því við höfum verið að byggja upp bara verulega góða aðstöðu fyrir hjól og erum að halda áfram núna með það og vistvæna samgangur yfir höfuð og þar hefur við leitað mikið til notenda hvaða óskir þeir hafa og við höfum verið að skoða reynslu erlendis frá. Hérna hjólagrindur sem við höfum sett upp á Landspítala sem eru mjög menn hafa verið ánægðir með. Þar hefur við leitað að fanga erlendis og líka verið í sambandi við Reykjavíkurborg, í sambandi við ráðleggingar í sambandi við það. Þannig að við erum þátttakendur í þessu samfélagi og við erum líka saman í þessu öll. Og að lokum vil ég þó bara nefna að stundum hættur okkur við að vera bara svolítið innan okkar 4 veggja en það svo mikilvægt að við lítum upp og lærum okkur öðru og deilum reynslu og tölum saman. Og ég bara hlakka til að eiga góða samvinnu við ykkur sem hér sitjið, ríkisstofnanir og fleiri í þessu málaflokki. Segi takk fyrir.